Kæru vinir, það vel við hæfi að við komum hér saman í björtu blómahafi þegar við kveðjum elsku Svövu. Úti blankalogn og bjart yfir. Við skulum hefja stundina á því að merkja okkur kærleikanum þegar við signum okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Legg ég nú bæði líf og önd, ljúfi Jesú í þína hönd, síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Amen. Ég les fyrir okkur úr Davíðssálmum. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum hvíldar, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Amen. Control to Major Tom. Take your protein pills and
put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really made the grade, and the papers wants to know what shirt you wear. Now it's time to leave that capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Though I pass 100,000 miles, I am feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circus dad. Is there something wrong? Do you hear me, Major Tom? Do you hear me, Major Tom? Do you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on a tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Ég les fyrir okkur úr Filippíbréfinu, en þar segir: Verið ávallt glöð í Drottni. Ég endurtek, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, Guð er nálægur. Verið ekki áhyggjufull, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen.
sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpin væra. Við hin sem lifum í trú á ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir, lífsins ljós, látna þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins ljós, tak burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta.
So you think you can tell heaven from man, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rain? I smiled from away. Do you think you can tell? Till they get to the train, you hear us for ghosts, harnesses for trees, so there for the cool breeze, come covered for jeans. Did you, it seems, I walk up the pine and walk the road. Náð sé með okkur og friður.
Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hvert annað, stóð skrifað í Guðspjalli dagsins, en hefði alveg eins geta verið orð frá Svövu sjálfri. Við erum komin saman í Borgarneskirkju í dag til þess að kveðja, en líka til þess að finna stuðning hvert frá öðru, kærleika og styrk til að takast á við skrefin sem framundan eru. Á svona stundum eru ýmsar tilfinningar sem gera vart við sig, flóknar og erfiðar tilfinningar sorgarinnar, en líka allar fallegu minningarnar, þakklæti fyrir lífið sem við áttum í samfylgd við Svövu. Við leyfum þakklætinu að vera í fyrirrúmi hér í dag. Við þökkum fyrir allt það sem Svava gaf okkur og kendi með lífi sínu. Svava Björg Svavarsdóttir fæddist í Reykjavík þann 18. desember árið 1965. Foreldrar hennar voru Ingibjörg Sumarliðadóttir, fædd í Viðvík á Hellisandi, og Svavar Kristinn Kristjánsson, fæddur á Stóru Gröf í Stafholtstungum. Svava var yngst 9 systkina, en þau eru í aldursröð: Eyjólfur Garðar Svavarsson, Hreiðar Svavarsson, Edda Svavarsdóttir, Smári Svavarsson, Hulda Svavarsdóttir, Drengur Svavarsson og Sunna Hildur Svavarsdóttir. Eftirlifandi er Helga Nína Svavarsdóttir. Svava var langyngst og mikið elskuð af systkinum sínum. Eins og Helga Nína systir hennar sagði, hún Svava var svo skemmtilegu krakki. Hún var uppáhaldið okkar allra, enda kom mamma hennar með hana heim á fæðingardeildinni á aðfangadag. Hvílík jólagjöf fyrir fjölskylduna. Helga Nína var þá 6 ára gömul og man eins og gerst hafi í gær. Það fór ekki mikið fyrir Svövu, en hún var stríðin við eldri systur sínar. Sérstaklega fengu þeir að finna fyrir því þegar átti að fara eitthvað út, en Svava vildi helst hafa fólkið sitt heima. Þá tók hún stundum upp á því að fela skóna þeirra. Það var leitað og leitað að skónum, og ef Svava var spurð hvort hún vissi eitthvað málið, þá sett hún upp sinn mesta sakleysis svip, kannaðist ekki neitt við neitt. Fyrstu ár Svövu bjó fjölskyldan á Árbæjarbletti 4. Þvílíkur ævintýra heimur að alast upp á, með Elliðaárnar næstum í bakgarðinum og Elliðaárdalinn allan, eins og sveit í borg. Svava byrjaði skólagöngu sína í Árbæjarskóla, en ekki löngu eftir að hún byrjaði í skólanum flutti fjölskyldan til Las Palmas á Kanaríeyjum. Pabbi hennar var stórhuga, ævintýramaður og hafði plönum að opna þar veitingastað. Fjölskyldan bjó þar í 1 ár og eftir að þau komu aftur til Íslands bjuggu þau víðsvegar borgina. Svava hefur líklega að einhverju leyti erft þessa ævintýra þrá frá pabba sínum, en hún hefur búið víða og ferðast víða heiminn. Hún bjó tíma á Bíldudal með elsta strákinn sinn, Jón. Seinna þegar Sunna Líf var komin í heiminn, bjuggu þau í Namibíu í Afríku. Þau fluttu frá Namibíu á Eyrarbakka og þaðan á Stokkseyri, en undanfarin 18 ár bjó hún á Kárastöðum með eiginmanni sínum, honum Gumma. Svava og Gummi kynntust árið 2003, þá bjó hún á Stokkseyri með börnunum sínum, Jóni og Sunnu Líf. Okkar kona var ekki að ana að neinu, vildi prófa að búa með þessum káta karli frá Kárastöðum í 1 ár, áður en hún færi að flytja sig og sína set. Gummi þurfti ekki að láta segja sér það tvisvar, fékk sér ársleyfi frá vinnunni í Borgarnesi og fór að vinna í Reykjavík. Hann sagði mér það reyndar, með blik í auga, hann hafði ekkert þurft heilt ár, svona mánuð, max. Þau voru strax alveg viss, eins og þetta væri skrifað í skýin. Þau Gummi og Svava voru samferða í gegnum lífið, í gegnum súrt og sætt, undanfarin 18 ár. Þau giftust að Borg á Mýrum þann 17. mars árið 2007. Það var engin veisla, þau brugðu sér út að borða í tilefni dagsins, en fóru seinna sömu vikuna til Kúbu í brúðkaupsferð, með mæður sínar með sér, en ekki hvað. Þau Svava og Gummi byrjuðu að búa á gömlu Kárastöðum. Plöntuðu þar þúsundum trjáa og fylgdust stolt með gróðri og börnum, vaxa og dafna. Þau fluttu inn á núverandi heimili sitt árið 2008 sem þau létu hanna og byggja eftir eigin höfði. Svava var mikil smekkmanneskja, heimilið þeirra svo hlýlegt og vinalegt. Svava var ekkert að eltast við tískustrauma, valdi bara hluti sem henni þóttu fallegir. Einu sinni gáfu vinkonur hennar ægilega smartan hönnunapúða
sem prýddi mörg heimili á þeim tíma, voru ekki lítið ánægðar með sig að kaupa nýjustu tísku handa vinkonu sinni. En Svava, sem vissi alltaf nákvæmlega hvað hún vildi, fór beinustu leið og skilaði púðunum aftur í búðina. Á heimili þeirra Svövu og Gumma hafa hlutirnir persónulegt gildi. Falleg málverk sem þau hafa keypt á ferðalögum sínum prýða veggina, sem og ljósmyndir sem hún hefur sjálf tekið. En ljósmyndun var eitt af hennar mörgu áhugamálum. Hún tók fallegar myndir og hafði næmt auga fyrir fegurð og smáatriðum. Var snillingur í að finna skemmtileg sjónarhorn. Náttúran og fallegu fjöllin okkar fá svo að njóta sín gegnum stóra gluggana. Gummi vildi byggja í skjóli fyrir veðri og vindum, Svava vildi hafa fallegt útsýni. Svo auðvitað stendur húsið hátt með útsýni í allar áttir. Svava var mikið náttúrubarn og stundaði útivist alla tíð. Þau fjölskyldan voru duglega að ferðast Ísland, fóru í göngur lengri og styttri. Þórsmörk var þeirra staður, en þau gengu meðal annars Fimmvörðuháls, Grænahrygg, Kerlingafjöll og Tindana okkar 7 sem blasa við út stofugluggann þeirra. Svava hafði tíma mikinn áhuga á hestum. Það var þegar hún var enn að leika, var ægilega mikil hestakona til að ganga í augun á Gumma. Svo var það nú fljótlega búið. Gummi var líka tíma ægilega áhugasamur Eurovision og líka á 2 dansnámskeið. Það var þegar hann var enn að leika. Við höfum svo gott af því að vera ástfangin. Það ýtir okkur svo vel út fyrir þægindaramman. En þau fundu fljótlega sinn sameiginlega þægindaramma. Helsti styrkur Svövu og Gumma var hvað þau voru alltaf góðir vinir. Þeim samdi vel og það slettist aldrei upp á þennan góða vinskap. Þau sköpuðu margar góðar minningar saman, voru duglega að ferðast bæði innanlands og utan. Þegar krakkarnir voru yngri fóru þau á hverju sumri í útilegur eða önnur ferðalög, eða ekkert bara þá. Það var síðast í fyrra sumar sem þau leigðu hjólhýsi og fóru í ferðalag með dætur og ömmusnúða 2. Þá var reyndar tekin svo ákvörðun að líklega væri best að vera bara á hóteli, í almennilegum rúmum. En það var aldrei rætt að hætta að ferðast. Það kom aldrei til greina. Þau Svava og Gummi ferðuðust alveg rosalega mikið, bæði 2 saman með fjölskyldu og vinafólki. Þau fóru í 13 krús á sínum 18 árum saman. Árið áður en Svava veiktist fóru þau til Tælands, það var í nóvember. Svo fóru þau í krús Suður-Ameríku í febrúar og svo til Afríku í september. Í október veiktist Svava. Þetta köllum við að nýta tíman vel. Og mikið yndislegt að þið hafi náð að upplifa svona margt saman, elsku Gummi, og tíminn ykkar hafi verið allt og stuttur. Þið náðu meiri sig að fara til Benidorm nú í haust þegar Svava fekk pásu frá veikindunum. Á ferðalögunum fannst ykkur skemmtilegast að labba í sólinni, þröngar götur og torg í gömlum litlum bæjum. Ævintýraþrá Svövu fylgdi henni fram á síðasta dag, en 2 vikum áður en hún dó var hún að skoða staði sem hana langaði að ferðast á. En þó að Svava hafi haft gaman að því að vera á ferð og flugi, þá var hún líka heimakær. Hún elskaði að sitja í fallegu stofunni sinni og prjóna, njóta lífsins með fjölskyldunni. Svava var mikil fjölskyldukona og elskaði að skapa gæðastundir með börnunum sínum og barnabörnum. Hún var yndisleg amma, elskaði ömmustrákana sína og ömmustelpuna sína svo mikið og var svo stolt af þeim. Ömmubörnin hennar eru í aldursröð, Heiðar Berg Brynjarsson, Sara Björg Brynjarsdóttir, Henrik Mosi Mattíasson og Ísak Emanuel Pétursson. Þvílíkt ríki dæmi. Börn Svövu eru Jón Hall Ómarsson, fæddur árið 1986. Eiginkona hans María Ester Bindang. Næst Sunna Líf Guðmundsdóttir, fædd árið 1994. Börn Gumma frá fyrra hjónabandi, sem líka áttu hjarta Svövu skilyrðislaust, eru Brynjar Berg Guðmundsson, fæddur árið 1987 og látinn árið 2018. Blessuð sé minning hans. Íris Guðmundsdóttir fædd árið 1990 og Sofía Guðmundsdóttir fædd 1996. Maki hennar Pétur Þór Guðjónsson. Svava var frábær mamma. Hún stóð með börnunum sínum og var alveg rosalega stolt af þeim. Gladdist svo innilega með þeim og fyrir þeirra hönd þegar vel gekk. Stóð með þeim eins og klettur þegar á brattan var að sækja. Eins og sonur hennar orðaði svo fallega, mamma var alltaf til staðar fyrir mig, alveg sama hvað.
Ég á margar minningar, líka þessar sjónrænu minningar frá því áður en ég gat talað. Ég man þegar hún ýtti mér af stað í fyrsta skipti þegar hjálparadekkjum voru tekin á reiðhjólinu og þegar hún birtist óvænt í brúðkaupi mitt, þá veik af hvítblæði. Og þetta lýsir mömmu ykkar svo fallega. Það er ómetanlegt að eiga mömmu sem ýtir okkur varlega af stað út í lífið, svo við getum hjólað án hjálpardekkja. Okkur finnst kannski núna að við getum alls ekki hjólað án þessara hjálpardekkja, en það kemur að því, með tíð og tíma. Svafa vakir yfir ykkur, þið styðjið hvert við annað og við sem erum hér lofum að styðja við ykkur líka. Við erum mörg sem erum komin saman hér í dag til þess að kveðja og til þess að þakka fyrir allt það sem Svafa gaf okkur með lífi sínu. Enn fleiri eru með okkur í hug og hjarta, fylgjast með okkur í streymi. Og ég hvet ykkur, kæru vinir, til þess að senda rafrænar kveðjur, hika ekki við að vera í sambandi við Gumma og börnin á komandi tímum. Það er ekkert sem yljar eins og að finna velvild og samhug frá fólkinu okkar. Svafa var til staðar fyrir fólkið í kringum sig, nú er komið á okkur að vera til staðar fyrir fólkið hennar eins og við getum. Eins og við vitum var Svafa mjög hvetjandi, dreif fólkið sitt áfram, þoldi ekkert hangs. Hún var gjarnan kölluð drífa sig af sínum nánustu. Hún var öflugur starfskraftur, enda var hún alltaf að. Hvar sem Svafa starfaði laðaði hún að sér fólk með sinni hlýju og góðu nærveru. Hún gaf mikið af sér og fólk leitaði til hennar. Svafa vann hjá Símenntunarmiðstöð Vesturlands í 15 ár, var skrifstofustjóri þar og sá bókhaldið. Fljótlega var hún líka farin að koma með hugmyndir á námskeiðum. Þar kom sér vel að hafa drífu sig við stjórnvölinn því ef það vantaði upp á fulla þáttöku í námskeiðin og þá hringdi hún bara í sitt fólk og hvatti þau til að skrá sig. Hún var mjög góð í að ýta fólki út fyrir þægindaramman og það voru mörg sem nutu góðs af því. Frá árinu 2018 starfaði Svafa á N1, sáum að baka og smyrja bakkelsi, mætti snemma og sáum að koma öllu á stað. Þá var líka tími til að spjalla í ró og næði. Svafa var mikið elskuð þar eins og allstaðar annars staðar sem hún kom. Eins og ein vinkona hennar orðaði svo fallega, Svafa var ekki bara frábær vinnufélagi, heldur líka frábær vinkona. Kona með risastórt hjarta sem var alltaf fyrst að koma að aðstoða alla, hvort sem það var vinnutengt eða eitthvað persónulegt. Svo skellt hún líka reglulega í snúðaköku fyrir okkur staffið og náði sannarlega að snerta hjörtu okkar. Enda er stundum sagt að leiðin að hjartanu sé í gegnum maga. Auk þessara starfa sinnti Svafa sjálfboðastörfum fyrir Rauða krossin. Hún var umhverfisvæn og hafði mikinn áhuga á öllu sem var endurnýtt. Hún vann í Rauða krossbúðinni og hafði líka mikið gaman að því að versla þar. Vinkonur hennar spurðu gjarnan, er þetta úr Rauða krossinum eða frá Ameríku? Hún var alltaf svo fín og vel til höfð hún Svafa, glæsileg með sinn töffaralega stíl. Enda sagði hún einhvern tímann, ég fer aldrei út að skemmta mér, svo ég er bara fín alla daga. En það er nú reyndar ekkert alveg rétt. Svöfu fannst mjög gaman að skemmta sér og hafa gaman, en hún gerði það án áfengis. Svafa átti 40 ára edrú afmæli nú í apríl og var mjög þakklát og stolt af því. Svafa var búin að vera í AA-samtökunum síðan hún var 19 ára. Henni þótti vænt samtökin og fólki sitt þar. Var virkur félagi alla ævi. Hún lifði raunverulega í æðruleysinu. Það sýndi sig oft í lífi hennar og ekki síst í veikindunum. Hún kendi fólkinu í kringum sig æðruleysi með því hvernig augum hún leit á lífið. Hún hafði mikið að gefa og var óhrædd við að láta gott af sér leiða. Þegar flóttafólkið okkar kom frá Úkraínu var Svafa ráðin sem verkefnastýra fyrir Rauða krossinn og þá lét drífa sig sjá sig svo munaði. Ég veit að því ég var þar sjálf. Það voru skipulagðar fjölskylduferðir í Sund og í Háafell að skoða geiturnar, fólkinu mokað upp í rútur og ekkert mál. Það voru settir af stað prjónahópar, myndlistahópar og svo var auðvitað farið að sá kryddjurtum og blómum í bakka leið og færi gafst. Hún kom með endalausar hugmyndir af námskeiðum og afþreyingu. Og ekki nóg með hún væri sjálf að gera og græja, þá dró hún líka fólki sitt með. Það var safnað í bílinn og brunað á bifröst að hjálpa til. Ef eitthvað vantaði, þá hafði hún samband við vinkonu sínar sem drifu sig að finna til föt og annað úr skápunum. Lengi á eftir heyrðist, "Bíddu, hvar er aftur slæðan mín? Æ já, ég gaf hana Úkraínufólkinu." Hvílíkur kraftur í einni konu.
Svava var rosalega félagslynd, átti margar vinkonur og mikið af kunningjum úr öllum áttum. Það lýsir henni líklega best að hún var í 2 saumaklúbbum, einum fyrir austan og öðrum hér í Borgarnesi. En Svava var mikil handavinnukona, prjónaði, saumaði og heklaði. En það sem hún gerði í veikindum sínum var að hún tengdi þessa 2 hópa, sameinaði vinkonur sínar með svo fallegum hætti. Eins og ég hef elskað ykkur, eins skuluð þið elska hvert annað. Það er líklega nokkuð lýsandi að annar hópurinn kallar sig þokkadísirnar, hinn ADHD. Það verður mikið hlegið þegar ADHD þokkadísir hittast í framtíðinni og rifja upp allar dýrmætu og skemmtilegu minningarnar sem þið eigið af Svövu. Eins og ein vinkona hennar sagði, það var alltaf líf og fjör í saumaklúbunum þegar Svava mætti. Hún var einstaklega lagin að koma með fjölbreytt umræðuefni sem alltaf komið af stað fjörugum umræðum og vöktu mikinn hlátur og gleði. Hún var engin tebra, sagði hlutina blátt áfram, hvort sem var verið að ræða barnauppeldi eða breytingaskeið. Já, Svava var hrein og bein. Hún sagði það sem henni fannst og hún stóð á sínu. Hún var heilsteypt, hreinskilin og heiðarleg. Það var margt fólk sem treysti á hana með ráðleggingar og visku. Hún var trygg, hlý og góð, alltaf til staðar fyrir fólkið sitt. Hún var næm og það var oft eins og hún fyndi á sér ef eitthvað bjátaði á. Hafði þá samband. Hún var hnittin, hafði rosalega lúmskan húmor og var skemmtileg. Hún var traust og ráðagóð og var góður hlustandi. Hún átti auðvelt með að fara á dýftina í bland við hamagang og hlátur. Tíma áttu þær vinkonur til dæmis að frumkvæði Svövu að senda hver annarri skilaboð á hverjum degi eitthvað sem þær voru þakklátar fyrir. Ekki þetta augljósa, heldur þetta einfalda og hversdagslega. Hún skrifaði sjálf. Mér finnst einfaldleikinn svo fallegur. Ég er full af þakklæti fyrir að sjá fegurðina, finna ferska loftið, taka eftir litlu atriðunum og andartökunum í lífinu. Svava var hugrökk og hún var sterk. Það sýndi sig aldeilis í veikindum hennar, en Svava greindist með bráðahvítblæði í október árið 2023. Hún fór í gegnum ferlið af miklu æðruleysi með fólkið sitt sér við hlið. Þau pössuðu vel upp á hana og hún passaði upp á þau. Hún talaði mikið þakklátið, var þakklátt fyrir góðu tímana og þakklátt fyrir fólkið sem stóð með henni í gegnum erfiðu hjallana. Í veikindunum sást vel úr hverju hún var gerð. Hún var nagli hún Svava, barðist fram á síðasta dag, hélt alltaf í vonina og æðruleysið. En hún lést á Háskólasjúkrahúsinu í Lundi þann 3. apríl síðastliðinn, 59 ára að aldri. Við sem eftir sitjum þurfum nú á öllum okkar styrk og öllu okkar æðruleysi að halda. Þurfum að gera okkar besta að lifa í þakklætinu, taka eftir fegurðinni og birtunni sem umlykur okkur. Leyfa vor sólinni að verma vangann og ylja okkur við allar góðu minningarnar. Við kveðjum Svövu héðan frá Borgarneskirkju í dag. Heimurinn er fátækari, en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæra vinkonu í arma miskunnar Guðs. Guð geymi þig og gæti í friði sínum. Svava Björg Svavarsdóttir. Amen. Upp í risinu sérðu, lítið ljós heit hjörtu, fölnur ó. Matarleið var boginn skeið undan nóttinum samviskan sveif. Þau trúðu á drauma myrkri svör, draumarnir tilbáðu þau. Fingurnir gældu stálkast,
svo hvaðan landsau. Draumarnir langir runnu í eitt, dofin þau fylgdu með. Sprautan var lífið menni gátu breytt, því sem átti eftir að ske. Upp í risinu lá og ófussin beið, óttan þrænt upp á þráð. Ekkert gat skeð því það var ekkert ef vel var að gáð. Hittust á laun, ekki friði og ró, í skugganum Satalía. Hvítir hestar drógu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkrið svaf. Draumarnir tilbáðu þau. Rómeó, Júlía. Rómeó, Júlía. Kaldir vindar, hausins blása, naprir göturnar. Sérðu Júlíu standa og bjóða sig ása í vonum lífi í æðarnar. Því Rómeó villtist inn á annað svið, hans hlutverk gekk ekki þar. Of stór skammtur stytti þá bið inn á klósett á óþekktum mann. Hittust á laun, lék í friði og ró, í skugganum Satalía. Hvítir hestar drógu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkrið svaf. Draumarnir tilbáðu þau. Rómeó, Júlía. Rómeó, Júlía. Það bárust samúðarkveðjur frá Svavari Júlíusi Garðarssyni og Jane Addie Carlsen. Einnig vill fjölskyldan koma á framfæri þakklæti fyrir samúð og vinarhug og býður ykkur að þiggja veitingar að athöfn lokinni í Hjálmakletti. Við signum yfir Svövu hérna á kirkjutröppunum á eftir og fjölskyldan tekur svo á móti ykkur í menntaskólanum. Við skulum spenna greipar ef vill.
Við skulum lygna aftur augunum ef vill. Við skulum draga andann djúpt og við skulum biðja. Mér þótti við hæfi að fara með æðruleysisbænina hér í dag, en Svava lifði raunverulega eftir þessum orðum. Við skulum biðja. Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og visku til að greina þar á milli. Amen. Allar bænir okkar, hugsanir, þakklæti og kærleika felum við í bæninni sem Kristur kenndi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við skulum rísa úr sætum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Far þú í friði, Svava Björg Svavarsdóttir, og hafðu þökk fyrir allt og allt. No sunshine when she's gone.
mercy's way. Ain't no sunshine when she's gone. Zone's gone too long. Anytime when she's away. Wonder this time she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and she'll always gone too long. Anytime when she's away. I know, 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 I know. Ooh, leave your thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she'll always come too low. Anytime when she's away. 'Cause anytime when she's away. Anytime when she's away. Takið mót postulegri blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs frið, kæru.
síðan hittumst við aftur á miðri leið. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Ég stend hérna einn í rigningunni. Ég hugsa til þín í öðru landi. Ég horfi til himins á stjörnurnar. Eru þær eins hjá þér? Ef ég ætti 3 óskir, þá ég óskaði mér að ég gæti flogið til þín yfir fjöll, yfir höf til þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Mig langar að klífa regnbogann. Mig langar að synda í tunglsljósi. Mig langar að sigra jökulinn, eldfjallið og með þér. Ég get ekki sungið, ég get ekki grátið, ég get ekki fundið norðurljósin, tilganginn fullkomnun án þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Já, síðan hittumst við aftur á miðri leið. Já, síðan hittumst við aftur